Það eru sorgafréttir. Nei, mjög sorglega fréttir. Það er allir heartbroken. Heartbroken. Og við líka. Þá er ekkert annað sem maður gerir en að fá sér ís. Það er í alveg eina sem geti kaldanslega, þannig að það er eina sem geti hlýja hjarta mitt. Melt the broken heart. Ángríns. Við þurfum að fá okkur bestís og ræða þetta breakup. Molly May og Tommy. Í alveg parið sem ég held að myndi aldrei hætta saman. Það á engin séns núna. Nei, Nei, alveg. Ég var að hugsa þetta bara á leiðninga. Ég var bara, eða þú veist, í dag, síðan fréttina kom út, hvaða par myndi núna í alvörunni valda með svona miklu vonbrigðum að vera hætt saman? Mér finnst alltaf the dream couple, they always end. Já, að þú veist, það er ekkert annað par, þú veist, Kim og Kami, þú veist, ég átti mínu sorgarstund þá. I'm over it, by the way. En þú veist, það var mjög sorglegt þá. En núna er ég bara svona, ég held að það sé ekkert annað par sem myndi ná mér svona. Nei, þetta er bara shocking news og ég held að séum öll sammála það að við erum heartbroken, við erum shocked, við erum sad og við þurfum bara að fara yfir þetta. Hvað gerðist? What went wrong? Og bara við erum að taka þetta upp sama dag og þetta gerist, bara fréttinar og þau tilkynninda í Instagram story bæði tvö. Þannig að dagur sem við gleymum aldrei, 14. ágúst. 14. ágúst. Miðvikudagur. Okkar dagur. Já, þau þurftu að velja okkar dag. Þetta ekki gert einhvern annan dag. Nei, mitt. Hræðilegt. Þannig að já, við ætlum að fara í gegnum bara þeirra sögu og basically, bara þetta er svona live reaction af okkur við að finna út hvað gerðist. Já, í raun og veru og við erum ekkert búin að tala um þetta saman í dag, þú veist að því að við bara vorum að hittast núna. Við erum strax byrjað að borða bestísin okkar. Já. En já, við þurfum bara að ræða þetta. Hvað er þetta? En er eitthvað bara sem þú heldur að myndi valda miklu vonbrigðum? Nei. En það myndi ekkert í hug? Nei. Það er ekkert sem myndi eftir í hug. Bara at this moment, þetta var svona the last one. Þú veist, áður nýtt eins og þú veist, allt dótið kom, þá hef ég kannski sagt Blake Lively og Ryan Reynolds. Ég veit það. But not anymore. Ég hugsaði það líka, sko, svo er ég bara, that's gone. Já. En já, vá, ég bara, þetta er ræðilegt. Sorglegt. Trúlofið. Ástrúlofið. Og allir ótrúlega spenntir fyrir brúðkaupinu. Hvað hefði verið geðveikt að sjá þetta brúðkaup? Við höfum pott fengið bara eitthvað TV-series eða eitthvað. Það var bara, ég er búin að sýtla, en það var náttúrulega bara rumored, sko. Já, það ekki. Ég viðurkenni, ég er ekki mannskja sem horfir á öll blogginu hennar og allt þetta, en ég er búin að fylgjast með henni í 5 ár núna, bara síðan hún var í Love Island, bara svona, ég er bara svona létt, skilur við, þú veist, það er kannski margir sem tengja við þetta sem bara their favorite influencer ever. En horfir þú á blogginu hennar? Já. Ég gera mér reglulega, sko, svona, þú veist, þegar ég er búin að vera svolítið að halda mér í burtu frá að horfa á þætti, ég get svolítið dott inni og vera svolítið bara svona, fengið þrá ekki, já. En oft svona, þú veist, það verið kannski bara svona græði mér hádegismat heima, þú veist, máli með áðurum fyrir að taka upp eitthvað, þú veist, er ég með þetta í gangi, þú veist, mér finnst alveg gett næsa, og líka sérstaklega, þú veist, þegar hún nýbúin að eignast Bambi og var að tala svo gett mikið um móðurhlutverki, eitthvað sem ég tengdi bara svona mikið við og þegar hún var ólétt, mér var svo ógeðslega gaman að fylgjast með því. Já, ég er bara ekki nógu dugleg, ég vildi ég væri duglegur að horfa á svona á YouTube, ég bara gleymi þetta aldrei. Já, þú veist, eðlilega, því þú veist, maður með alla þessa miðla líka, þú veist, maður með TikTok og maður með allt. Ég fylgjast ekki mikið með henni gegnum TikTok að því það eru svo marga klippur, svona update sem kom bara, oh my god, Molly May, þá fæ ég það forupilsinu, skilur, og þá fæ ég svona úr hennar vídeóum. Svona recapa hvað hún búin að tala síðastliðið og svona, já, nákvæmlega, en já, ég er alveg, þú veist, ég er alveg major fan og hef verið af þeirra bara sambandi síðan akkurat fyrir 5 árum, þú veist, maður horfði eitthvað inn og það er líka, þú veist, við hefum eftir að fara inn í statementi sem hún postaði, en það er líka partur af þessu, þú veist, við erum svo involved, við horfðum á þetta frá byrjun. Bara við horfðum á þau kynnast. Já. Bara live og við ætlum að horfa á þau gifta sig. Þetta er svo sorglegt, í alvörunni, það er svo sorglegt og ég er bara svona, mér langar svo að knúsa hana. Já. Ég veit henni líður illa, ég bara svona veit það. Og mér finnst það nefnilega að henni búin að, þetta kom mér ekki. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum, getur þú farið inn á teboði.is og orðið áskriftar besti.